Þann 27. september lögðu af stað í ferð í Lónsöræfin. Við byrjum á því að fara með jeppum og keyrum í bil 2 tíma upp á Illakamb. Við vorum þangað góðir með aðstæður og bílferðin gekk vel. Þaðan löbbuðum við í Múlaskála, ferðin þangað gekk vel og veðrið var allt í lagi en það var smávegis úði. Þegar við komum þangað var komið sér fyrir strákarnir voru upp á lofti og stelpurnar voru í 2 herbergjum niðri. Og í skálanum svo eitt annað herbergi fyrir fararstjóra og svo eldhús, mataraðstaðan þarna í fínu lagi og sömuleiðis hreinlætisstaðan og það gasofn sem hélt skálanum heitum, svo líka gaseldavél. Ljósin svo knúin af rafgeymum sem fyllast af sólarorku. Þegar búið var að koma sér fyrir var bara tíla frá maður kvöldnótt en það var smá breyting og við þurftum að elda lambakjöti fyrir daginn því álegginabrauðið gleymdist og lambakjöti var notað í staðinn fyrir það. Lífið yndislegt með þér. Fimmtudagsmorguninn gerðum við okkur tilbúna til að fara í 8 tíma langa gönguferð. Það voru allir spenntir. Það var mjög fallegt þarna í Lónsöræfum. Þarna stoppuðum við til að láta Jón sögja okkur sögur steina og berg og allt mögulegt. Þarna sveppur sem mjög fallegur. Þarna foss, stoppun í honum líka og klettur, bara sléttur klettur, það svo veggur. Já, svo var mjög flottur gróður þarna. Gróðurinn fór minnkandi eftir sem við fórum ofar. Þarna erum við neðarlega sko. Já, svo mjög flott berg hérna allt Lónsöræfin. Við sáum hreindýr og mink, fugla og fleiri dýr í göngunni. Þarna stoppuðum við til að fá okkur að borða. Allir orðnir svangir eftir langan göngutúr. Þarna Jón að segja sögu, held ég. Og hérna svo hana frá enginn inn í klettabeltinu hana frá ofan sem við sáum. Svo kom snjór eftir smá, kom vor og þoka. Það var ekki gaman. Svo erum við komin að Tröllakrókum, þar sem við ætluðum að fara. Það var mjög fallegt og flott berg. Og vorum í 400 metra hæð, eða 400 metra niður, beint niður. Mjög fallegt þarna. Svo við settum það. Þarna eru þeir félagarnir. Það vinkonunnar í öllu sínu veldi. Þarna mikill snjór. Þarna Jón að segja aðra sögu fólkið í þetta. Við ætlum ekki að niður, við gátum ekki vegna veðurs. Þarna Reymarskóna fyrir Hafdísi. Þarna eru á hlaupaniðurskriðu, svaka gaman alveg. Margir fóru mjög hratt. Þarna eru þeir fyrstu mættir niður.
Þarna koma einhverjir. Svo fóru nokkur aftur upp. Og koma alveg harðasprettur niður. Þessi náttúrulega flottur. Svo var allir honum svangir eftir leiðingurinn. Hann var haldið veisla í kofunum, spati. Það var ágætt. Fyrir utan að það var svolítið brunnið og það var líka vettlíkur í þetta. Allir honum sattir. Svo fór Jónas að segja sögu. Já, hann sagði okkur sögu þegar hann var lítill og hann var allt svo hræddur við myrkri. Svo var einhvern tímann eitthvað að elta hann og hann vissi ekkert hvað það var og svo hljóp undan því. Svo datt hann og þetta náði honum og hann kom fyrir að því að þetta var bara skuggi af skýi. Og eftir það þá hætti hann bara að vera hræddur við myrkri og fór alltaf bara að athuga hvað það var sem hann var hræddur við. Svo var mjög fallegt landslag á leiðinni heim. Mikið af berjum. Stór og pattaraleg, eins og maður sjá. Þetta rosalega flott á. Alveg svakalega flott á, sko. Já, þarna löpuðu bílakampinn. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig. Takk fyrir mig.